Í ár eru 75 ár frá því Ísland var lýðveldi, en það gerðist árið 1944. Á síðasta ári fagnaði þjóðin hins vegar 100 ára afmæli fullveldisins. Forseti Íslands, Guðni T.H. Jóhannesson, satt fyrir svörum mikilvægi þess áfanga sem náðist árið 1918. Sigrún Stefánsdóttir ræði við forseta Íslands. Þetta ein stærsta stundin á okkar sjálfstæðis- og framfarabraut í stjórnskipulegu tilliti. Auðvitað þurfti miklu meira til þess að Íslendingar yrðu algerlega sjálfstæð þjóð. Það þurfti framfarir á sviði efnahags og í samfélaginu, aukið réttlæti, aukin jöfnuð, aukin tækifæri til að fólk gæti sýnt hvað í því býr. En í stjórnskipulegu tilliti var þetta eitt stærsta skrefið, ef ekki það stærsta, með þeim fyrirvara þó að enn átti eftir að rjúfa með öllu formleg tengsl við erlent vald, en með fullveldis yfirlýsingu 1918 og sambandslögunum var orðið ljóst að Íslendingar gætu tekið æðsta valdið í sínar hendur með tíð og tíma. Þannig að þetta stóri áfanginn á sjálfstæðisbrautinni. Stærri heldur en 1944? Já, við þurfum ekki að fara í einhvern meting það. En Ísland frjálst og fullvalda ríki. Einungis sú setning segir svo mikið. Sá áfangi náðist 1. des 1918. En svo auðvitað fögnum við lýðveldisstofnun 17. júní 1944 og því að æðsta valdið, þjóðhöfðingjavaldið, færist hingað að fullu og öllu og það auðvitað eins mikið skref, skulum við segja. En ef við lítum á hana tíma frá 1918 til 1944, hvað var svona að gerast hérna þá? Þetta var tími umbreytinga. Bændasamfélagið var að breytast, útvegur að eflast, aukin stéttaátök og við sjáum þá á stjórnmálasviðinu. Flokkarnir fyrir 1918 eða þar bil snerust að mestu leyti afstöðuna í sjálfstæðisbaráttunni, hversu hratt skyldi ganga, hvaða leiðir skyldi fara að loka markmiðinu. Eftir fyrra stríð og fullveldis skrefið mikla 1918 snúast stjórnmálin hér innanlands hvernig við byggjum upp okkar samfélag og þá tekist á eftir stétt og stöðu. Það Framsóknarflokkur bændanna, sjálfstæðisflokkur sem leggur áherslu á sjálfstæði, jú, og stétt með stétt, en flokkur kaupmanna, iðnrekenda og útgeðamanna á þar fram til götum, og svo höfum við Alþýðuflokkinn, flokk verkalýðsins, og svo verður klofningur þar en þetta heildarmyndin. Stéttastjórnmál taka við af sjálfstæðisstjórnmálum. En ef við lítum nú aðeins á Dani, þá ræsti ég á viðtalsbók við Margréti Danadrottningu og ég las í gegnum línurnar svona ákveðna biturð út í Íslendinga fyrir það að hafa nýta sér þetta uppsagnarákvæði í sambandslögunum 1918, að við skildum taka skrefið þarna og verða lýðveldi 1944. Og ég einhvern veginn las ákveðna biturð út úr. Hefur þú orðið var við þetta, eða þennan tón í Dönum? Ekki ég, nei, og mæti eingöngu velvild og hlýhug þegar ég held til Danmerkur og hitti Danadrottningu að máli og hennar fólk. En hitt rétt sem þú nefnir að mörgum Dönum fannst, að ekki sé talað Kristján X. Danakonung, að Íslendingum hefði borið að bíða stríðsloka. Eftir því sem málum vatt fram, þá var ljóst að langlíklegast væri að bandamenn höfðu sigur í seinni heimsstyrjöld og þá tæki við framtíð þar sem Íslendingar og Danir gætu þá rætt saman þessi sambandsslit. En höfum í huga að samkvæmt sambandslagasáttmálanum frá 1918 þá gátu við árslok 1940 báðir aðilar krafist
endurskoðunar og svo verða vill uppsagnarsamningsins frá 1943, þannig að því leytinu til var rétturinn okkar megin. Mótrök Dana voru þau að þeir voru ekki í neinni aðstöðu til þess að semja eða tala undir þýsku oki og allt þetta núna fyrst og fremst fyrir sagnfræðinga og annað fólk með áhuga á þessari sögu að fjalla Hér heima skiptist menn vissulega í svokallaða lögskilnaðamenn sem vildu bíða og hraðskilnaðamenn sem sögðu að það væri okkar réttur að lýsa yfir hér fullum slitum og lýðveldi þegar okkur sýndist út frá vanefndum Dana. En nú stundir finnum maður enga biturð hjá Dönum. Það frekar að þeim finnist þetta löngu liðin tíð. En svo ég ítrykki það er vissulega rétt sem þú nefnir og ég hef heyrt frá Íslendingum sem héldu til Danmerkur fyrstu árin og áratugina eftir stríð að það gætti þessarar biturðar. Af hverju biðuð þið ekki? Já, af hverju biðuð við ekki? Hvað var það eiginlega sem hvaðan kom þessi kjarkur eða kraftur? Já, allt frá miðri 19. öld, hið minnsta, var tímans þungi niður þannig að ákallið sjálfstæði varð æ ríkara og við höfðum í okkar sögu og menningu grundvöll að standa á. Við áttum okkar tungu og eigum hana enn. Við áttum okkar menningararf og eigum hann enn. Og við áttum hér náttúruauðlindir og eigum þær enn. Þannig að forsendur til þess að segja við sjálfan sig og aðra að við gætum staðið hér á eigin fótum voru fyrir hendi. Málið snerist eingöngu það að þetta þurfti að gerast skref fyrir skref og það var mjög skynsamlegt að mínu mati og að ég hygg flestra sem líta með sanngirni á þessa sögu. Þannig að Jón Sigurðsson og aðrir sem völdust hér til forystu miðja 19. öld og árin þar og eftir sáu vissulega að Ísland gæti ekki orðið sjálfstætt ríki af fullu öllu á svipstundu. En smám saman jókst okkur kraftur, smám saman færðist meira vald inn í landið. Við fengum okkar eigin stjórnarskrá 1874, heimastjórn 1904 og svo fullveldi 1918 og lokaskrefið 44. Þannig að í ljósi tímans sýnist manni að meira og minna hafi þetta gengið eftir því sem óumflýjanlegt þótti. Nú, ef við víkjum söguna aftur að Danmörku, nú fórstu í þína fyrstu opinbera heimsókn. Er það alveg föst hefð? Það föst hefð. Nú var það vissulega svo að þegar Ísland varð lýðveldi 1944 var Danmörk enn hersetin, þannig að í það skiptið lá fyrsta ferð Sveins Björnssonar lá leiðin til Bandaríkjanna en Ásgeir Ásgeirsson hélt í sína fyrstu opinberu heimsókn til Danmerkur og æ síðan hafa forsetar lýðveldisins gert það. Ég held að það sé ágæt hefð. Hún staðfestir vinahug sem ríkir milli þessara tveggja landa og komin til vegna þess að við eigum þessa sameiginlegu sögu. Við vorum undir danskri stjórn aldir og okkur vel tekið í Danaveldi og mætti ég ráða þá ætti þessi hefð að halda áfram. Nú var svo tíðin að danska var fyrsta erlenda tungumáli sem við lærðum. Þessu var breytt. Var það rétt ákvörðun eða hefðu við átt að halda dönskunni sem fyrsta erlenda tungumáli? Ég held í það minnsta að því verði ekki breytt aftur úr þessu og enska alheimstunga. Enska það tungumál sem við notum mest í alþjóðasamskiptum á alþjóðavettvangi. Þannig að það okkur lífsnauðsyn, smáþjóð hér norður í Atlantshafi sem á allt undir vinsamlegum og öflugum samskiptum við umheiminn að við getum gert okkur skiljanleg úti í heimi og þá enska okkar megin tæki til þess.
samt þurfum við líka að eiga og efla þessi góðu tengsl sem við höfum við hin norrænu ríkin. Þannig að ég tel nú að það sé brýnt að við njótum þess áfram að læra norrænt mál í skólunum og ég finn það sjálfur að það okkur Íslendingum brýnt að geta svona haldið uppi spjalli, skulum við segja, á því sem við getum kallað skandinavísku. Ég skal fyrstur manna viðurkenna að mín danska eða skandinavíska er ekki svo fegursta, en ég vil reyna og ég finn hvarvetna í Skandinavíu að því ég tekið fagnandi og fólk segist að minnst kosti skilja mann. En aftur, ég var í norrænu samstarfi og alþjóðlegu á mínum fyrri vettvangi í sagnfræðinni og þar vildi ég tala ensku á ráðstefnum og mannfundum þar sem við ræddum okkar rannsóknir því að ég vildi vera á svona jafningjagrundvelli. Það finnst mér ekki sniðugt að skandinavarnir góðu nái að tala á sínu móðumáli en við hinn finnarnir, Íslendingarnir og aðrir þurfum að beygja okkur undir það ok að tala á tungu sem okkur ekki eins töm. Þannig að enska orðið þetta sameiginlega tungumál á alþjóða vettvangi og á að vera það, en leið eigum við að leggja okkur fram við að geta skipst á skoðunum og haldið upp í samræðum á þessum ágætu norrænu tungumálum. En aftur að embætti forseta. Já. Nú fyrsti forsetinn 1944 Sveinn Björnsson og hann kosinn af Alþingi til embættis. Segðu mér frá þessari breyting og hvað var til þess að það var farið frá því og var það einhver svona bara... Já, þetta náttúrulega löng saga og flókin en í grófustu dráttum hún á þann veg að meirihluti þingmanna var þeirra skoðunar fyrst sinn að forsetinn skyldi vera þingkjörinn og þá sjá menn fyrir sér að forsetinn yrði áfram eins áhrifa og valdalítill, valdalaus og konungur hafði verið árin milli stríða. Við höfðum hér konung Íslands, Kristján X, en hann skipti sér ekkert af íslenskum stjórnmálum. Það hefði orðið uppþot og endalok konungdæmis hans ef hann hefði farið að véla íslensk stjórnmál, reyna að skipa eigin ráðherra, neitað að skrifa undir lög og þar fram til göttunum. Þannig að ég hygg að þingheimur hafi séð fyrir sér að fyrsti forseti lýðveldisins og þeir sem á eftir honum kæmu myndu feta sömu slóð. Nú gerist það hins vegar að almenningur andsnúinn þessari hugmynd, vill fá að kjósa sinn þjóðhöfðingja sjálfur, að kjósendur, fólkið í landinu, velji sér forseta. Nú ekki þar með sagt að fólk hafi séð fyrir sér þá valda mikinn forseta, en Íslendingar vildu velja sér sinn forseta. Ekki að það væri í höndum þingsins, því að þá sjáðu til líka miklu hættara við að forsetinn verði kjörinn eftir flokkspólitískum línum og verði valdalaust tæki stjórnmálaflokkana. Þannig að sem betur fer, má segja, hiklaust, sáu þingmenn að betur færi á því að forseti væri þjóðkjörinn, en hins vegar skildi hann þingkjörinn til eins árs í fyrsta sinn sem raun varð á Þingvöllum 17. júní 1944 og þá sáum við þessa hættu á flokkspólitískum áherslum því að þó nokkur hluti þingmanna sem var ekki ánægður með Svein Björnsson ákvað að sitja hjá eða annarkvort kjósa annan og þar einmitt rofnaði sú samstaða sem fólk vildi hafa lýðveldisstofnunina og kjör fyrsta forseta Íslands. Og það má kenna þessari pólitík sem þarna blossaði upp. Þannig að þetta svona í grófustu dráttum sagan af því hvernig forseti Íslands varð þjóðkjörinn en ekki þingkjörinn eins og meirihluti þings vildi fyrsta kastið.
En ef við skoðum nú embættið á þessum tíma, 1944 og svona fyrstu árið þar og eftir og berum saman forseta embættið í dag, hverjar eru svona megin breytingarnar? Já, í stjórnskipulegu tilliti staða forseta nær nákvæmlega eins að varla breyst hafi stafkrókur í ákvæðum stjórnarskrár forseta Íslands. Allt annað hefur tekið miklum breytingum. Hraðinn í samfélaginu allur annar, það fylgst mun betur með hverju fótspori forseta hverju sinni og ekkert undan því að kvarta, þetta bara samfélagið sem breytist og þetta embætti með. Þar að auki umsvif forseta á alþjóðavettvangi mun meiri nú og hafa verið undanfarna áratugi en áður var og þar verður mesta breytingin að sjálfsögðu með kjöri Vigdísar Finnbogadóttur sem verður okkar frábæri fulltrúi á alþjóðavettvangi í krafti þess að vera fyrsti þjóðkjörni forsetinn í heiminum kvenkyns og það vakti heimsathygli og svo var líka þetta embætti að breytast og allar samgöngur og landkynning var að verða miklu ríkari þáttur í starfskildum forseta og svo hefur það verið æsíðan. En ef þú skoðar nú þitt embætti í dag, hvað hefur þú mikið ráðrúm til þess að hafa áhrif á hvernig þetta embætti fyllt eða leyst? Hver forseti mótar embættið eftir þeim venjum og hefðum og reglum sem fyrir eru en innan þess ramma ákveðið svigrúm. Ég held við getum sagt þegar við lítum öxl að Íslendingar hafi hverju sinni verið sæmilega sáttir með sinn forseta og við lítum í þann reynslusjóð, horfum til þess sem einhugur var að vel væri gert og lítum líka á það sem segja má að læra megi af hvernig gera skuli þá öðruvísi og svo reynum við að bara gera sitt besta. Ég ber djúpa og mikla virðingu fyrir þessu embætti. Í þessu embætti ákveðin íhaldssemi að ríkja. Ég held að allir geti verið sammála það en leið má ekki festast í einhverjum viðjum fortíðar og þannig mótast þetta embætti áfram. Nú getur forseti Íslands eða verið endurkjörinn eins oft og verða vill og sá síðasti var 5 kjörtímabil. Hvað finnst þér eðlilegt? Það fer auðvitað eftir kjósendum hverju sinni hvort þeir velja til endurkjörs þann sem áður hefur gegnt embættinu og vill gegna því áfram. Nú stendur yfir endurskoðun stjórnarskrár Íslands og það kæmi mér ekkert á óvart að í umræðum þá endurskoðun vakni umræður hugsanlega takmörk á setu forseta. Ég vil ekki kveða neitt upp úr með það hvað mér finnst í þeim efnum en ég hygg að það sé hvorki þeim sem þessu embætti gegnir né þjóðinni hollt að vera í embætti von úr viti en þetta finnur fólk og þetta hefur gengið hingað til þannig að það verður að ræðast og svo sjáum við hvað setur með það hvort í stjórnarskrá verða sett einhver ákvæði. Sjálfur veit ég af eigin reynslu að maður veit aldrei hvað morgundagurinn ber í skauti sér en hitt veit ég að ég verð ekki elludauður í þessum embætti. Þú hefur farið hefðbundna leiðir stundum, hikar ekki við að setja upp buff og fara í rönd út á sokka og hlaupa maraþón og borða plokkfisk hjá mömmu. Þú ert ekkert áhyggjufullir yfir að taka svona virðinguna af þessu embætti? Nei. Virðing felst ekkert í því að setja sig á háan hest og ég held að það sé langbest að við komum alltaf til dyrana eins og við erum klædd og ég held að fólki bæri að hafa áhyggjur og
velta vöngum ef til dæmis ég sett upp þetta ágæta höfuðfat við setningu Alþingis eða þegar ég flytti Nýársávvarpið en mér finnst enginn geta tekið þátt í þessari umræðu nema að hafa verið í nístingskulda við Skansin út af Bessastaðanesi eins og ég var þegar minn ágæti vinur Sigurður Bogi smeltaði með ljósmynd og ég með þetta ágæta buff Alzheimer samtakanna og hvet fólk til að styðja þau samtök með því að kaupa buff og finnst mjög skemmtilegt hvernig sá litli viðburður hefur þróast og vaxið. Nei, virðing ekki veginn og metin eftir höfuðfatnaði og fyrri forsetar hafa verið á sinn hátt alþýðlegir sem orð sem stundum notað og ég veit ekki nema við eigum að vera alþýðleg sem gegnum embættum af þessu tagi, fulltrúar og málsvarar íslenskrar þjóðar. Ásgeir Ásgeirsson, hann fór í sund hvern einasta dag í gömlu Laugunum og var þar bara á Adamsklæðum í klefanum eins og hver annar en það var einn munur, fólk fekk 1 snaga í gömlu Laugunum en Ásgeir fekk 2 af því hann var forseti og ég finn hvarvetna að fólk vill sýna mér og embættinu tilhlýðilega virðingu en ekki einhverja hallærislega lotningu, ekki bið ég það og ég held að fólki í landinu bið ekki heldur það. En hvernig finnst þér pressan eða fjölmiðlar hafa svona tekið á þínum málum? Vel, við njótum þess á Íslandi að hér getur fólk í þeirri stöðu sem ég gegni núna notið sín og fengið að vera í friði. Við höfum aldrei haft undan neinu að kvarta. Ég man vel að í einhverju ávarpa sinna myndist Kristján Eldjárn á það að blessunarlega fengi hann að vera í friði með sitt einkalíf og þyrfti ekki að þola hégómlega hnýsni eins og hann kallaði það og svo ennþá raunin og fyrir það eru við Elísa auðvitað mjög þakklátt fyrir hönd okkar og barnana, þau fá að lifa sínu lífi án þess að það sé einhver að trufla þau og þannig á þetta auðvitað að vera. Við eigum að nýta okkar styrki sem felast í því að vera lítið samfélag og akkurat einmitt brýnt að þeir sem eru í áhrifastöðum eða virðingarstöðum setji sig ekki á háan hest heldur finni að við erum öll jöfn. Þú nefndi börnin. Hvernig framtíð vilt þú sjá fyrir þín börn og barnabörn? Nú hefur við verið að horfa 100 ár aftur í tíman ef við horfum kannski bara 100 ár fram í tíman núna. Ég vona auðvitað og leyfi mér að vænta þess að framtíðin verði björt fyrir börn okkar og svo barnabörn þegar þar að kemur. Ég held að við höfum allar forsendur hér á Íslandi til þess að skapa og viðhalda öflugu samfélagi. Við þurfum að tryggja að allir geti sýnt hvað í þeim býr og ég horfi svo mikið til þess þegar maður lítur til þess að alast upp. Börn og ungmenni hérna, við erum ofta að tala það er fíkniefnavandi, það er geðvernd, það er aukið þunglyndi meðal ungmenna. Hvernig stendur á þessu og hvað getum við gert? Og ég held að lykillinn liggi í því að við leyfum öllum að blómstra á eigin forsendum, að við reynum að finna hjá krökkunum okkar hvað það er sem þau vilja gera og að við hjálpum þeim að láta þá drauma rætast. Því allir, tel ég, og ég á því bjargfasta trú, allir vilja láta gott af sér leiða innst inni og við þurfum að efla sjálfstraust og heilbrigða sjálfssýn og þá verða öll önnur viðfangsefni miklu auðveldari. Þá minnka líkurnar á erfiðleikum, þá minnka líkurnar á þunglyndi, minnka líkurnar á fíkniefnavanda og þar fram eftir götunum og einstaklingur sem nær að sýna hvað í honum og henni býr leið að efla samfélagið allt.
Þannig að ég tel að við eigum að leggja mikla áherslu á forvarnir, á það að leyfa krökkum og ungmennum að blómstra á eigin forsendum, víkka ramman. Sumir finna sig ekki í hefðbundnu skólastarfi, þá eigum við að sjá hvað veldur, einhver leið til þess að búa til öðruvísi umhverfi, aðeins öðruvísi umhverfi, þannig að þessi einstaklingur finni að nú sé vel hugsað hann og þannig held ég að við getum hort björtum augum fram á veg og hort til þess að næsta kynslóð, að henni líði vel og hugsi svo vel okkur gamla fólki þegar þar kemur.